Góðan daginn, góðir hálsar, og hér eru við mætt með allt klárt, allt tilbúið. Af hverju allt tilbúið? Af því að við gáum honum tíma, undirbúninginu. Já, Drottinn er með því skipulag á. Hann er með vissan front í kringum verkin sín sem hann lætur þann vita sem að hann hefur kallað til þess að sinna og gegna verkinu. Og hann í trúfesti við vilja Guðs hefur þetta eins og hann veit að Guð vill að það sé. Einfalt í mínu tilviki, kannski lítið flóknara búnaður í þínu tilviki, skiptir ekki máli. Það sem skiptir máli er að ég og þú, við séum með þetta í skipulagi Drottins og gefum okkur tíman sem þarf til þess að þessi frontur náist fram. Fronturinn er auðvitað atriði. Og veistu af hverju fronturinn er atriði? Að því Drottinn talaði hann til þín. Og að því að hann talaði hann til þín er hann leið orðið atriði. Með öðrum orðum, þú sýnir, ég sýni frá A til Ö að ég er að gera vilja og verk lifandi Guðs, ekki minn eigin vilja. Og það hefur nú einhvern sagt og stend við og meina að sé annað en vilji Guðs borinn fram hér, þá lofa ég þér því að þetta er síðasti þátturinn. En ef þú vilt það ekki að þetta sé síðasti þátturinn, þá ætlar þú að bera ábyrgð með þessum einstaklingi á að verkið viðhaldist og meira sé áfram eins og Drottinn setur það fram. Og þú biður. Þú leggur þennan einstakling fram í bæn og ert því orðin þáttakandi með honum í hans köllun, og kannski er það þín köllun að styðja köllun þessa manns. Ég svo sem þekki ekki skipulagi hjá Drottni frá A til Ö. En ég hygg, það kemur allavega ekkert á óvart, þó þessi væri staðan. Af hverju? Drottinn á marga menn í þessari borg og hann er að nota þá í sína þágu. Marga menn í þessari borg, hvað merkir það? Kristið fólk hér og hvar í þessari borg. Í þessari borg. Og hvað heitir hún, þessi borg? Hún heitir Reykjavík. Og er ég staddur í New York. Og Drottinn segði við mig, Konráð, ég á marga í þessari borg, ættan við New York. Og Ameríkumaður sem fæddur eru uppalinn í New York, tekur kristna trú, fær þetta til sín, veit að það er áttið New York. En ég er staddur í Reykjavík, reyndar ekki fæddur þar, hefur búið þar, svo sem, en veit hann er að tala höfuðborg Íslands, Reykjavík, marga í þessari borg. Hvað er hann að segja? Hann er nú fyrst og fremst að hugreista okkur og tosa upp hugsunina að við erum ekkert ein í þessu. En hver marga af okkur höfum ekki upplifað og jafnvel mæðst yfir að vera ein í þessu. En Drottinn segir annað og Drottinn segir við mig, Konráð, trúðu mér. Og það er barátta milli daga að trúa Drottni. Er þetta ekki einkennilega orðað?
Það má alveg segja það svo sé. En svona er maður. Hann er þarna. Þetta er eitthvað sem þú þekkir. Þetta er eitthvað sem ég þekki. Þetta er eitthvað sem við þekkjum. En erum að reyna að koma okkur á annan stað, þann stað, að sjá þetta guðlegum augum. Við tölum mikið um það, guðlegu augum. Og það er rétt kennsla vegna þess að þú þarft að hafa fyrir þeim. Að setja þau upp. Og nú erum við ekki að tala um gleraugu. Það er ekki verið að tala um þetta. Við erum að tala um hjartað. Við erum að tala um afstöðu hjartans til lífandi Guðs. Það þarf að sjá verk Guðs, ekki bara verk Guðs í öðrum, líka verk Guðs í viðkomandi einstaklingi. Og hvað kemur þá fram? Mjög merkilegt atriði. Þessi merkilega köllun manns sem Guð gaf honum. Hún er sérsniðin, vissirðu það? Hún er sérsniðin fyrir þú bendir og sjóna þig. Því að þannig er það. Köllun þín er alveg sérstök. Og köllun þín, rétt eins og mín, krefur mig síns undirbúnings. Hver sem undirbúningurinn er, sértu fyrir framan tæki eins og hér, þá setur þú upp ákveðin front sem að Drottinn hefur gefið fyrirmæli um. Ekki flókin í þessu tilviki, en frontur sem að Drottinn setti upp. Og viðkomandi ber að nota hann í sinni köllun því að það er vilji Guðs að svona sé þetta. Köllunni þín, hver er fronturinn á bak við hana? Ég veit það ekki, getur verið alls konar. Til dæmis bara ákveðin klæðnaður. Sumir kristnir menn, og það er mjög góður siður, ég tek nú undir það, klæðast sínum einkennisfatnaði í verkum fyrir Guð. Ekki svo að skilja að einkennisfatnaðurinn sé eitt eða neitt. En þetta var það sem að Drottinn kom með þegar viðkomandi, yfirleitt einstaklingur, já alltaf einstaklingur, byrjaði með einhvað, þá kom ýmislegt með sem við köllum front. Og það er frontur á öllu starfi sem að til er, líka guðlegu starfi. Þannig að þetta eru hlutir sem að þú, sem köllumanniskja og ég og við, viljum að sé uppi vegna þess að Guð gaf þennan front. Hann gaf mér front, einfaldan front, en svo gaf hann mér líka annan front sem ég vegna bara þrengsla og aðstæðna hef því miður ekki getað notað en nýtti alltaf eftir að ég fekk hann til mín af að vinur minn sem að gerði þetta fyrir mig. En ég hef því miður ekki getað notað vegna aðstæðna og þrengsla og fyrirferðar frontsins, ef svo má segja, ef hægt er að kalla front sem er fyrir aftanmann, ég veit ekki, við segjum bara frontur. En þessi frontur var alltaf með mér. Og hann væri með mér núna ef hann væri ekki svona fyrirferðar mikill, það er töluvert mál að fara að flytja hann á milli. En hann var kross sem var hægra megin við mig.
Já, ég held hann hafa átt að vera hægra megin við mig. Drottinn sýndi mér þetta svona, hafði hann fyrir aftan þig, hafði hann til hægri við þig. Já, hann var örugglega til hægri, en þá dálítið síðan ég hætti að nota hann vegna aðstæðna. En þetta er fronturinn sem Guð gaf mér og hann er að minna mig á hann núna, en ég því miður get ekki verið með hann uppi, eins og ég var að segja á hann, vegna fyrirferðar og lítils rýmis sem ég myndi nota hann í, of lítils rýmis sem ég myndi nota hann í. Þannig að ég get því miður ekki notað hann. En það er ekki aðalatriðið, eða þó myndi það er mjög mikilvægt að leyfa Drottni bara stjórna öllu þessu frá A til Ö, því að tilgangurinn sem hann hefur er hans. Ég kannski sé hann ekki, þú kannski sér hann ekki, en tilgangur hjá Drottni er einhver með því sem hann er að gera. Er það óhlýðnast? Já, þú mátt alveg nota það orðið þú vilt. En ég var nú að reyna að útskýra það hvers vegna þetta væri ekki. Þannig að því miður þá hefur það ekki verið, en ég veit af honum. Og leið og Drottinn stækkar við mig, þá fer hann upp aftur. Þetta sýnda mér þegar ég var að byrja í þessu. Fljótlega eftir að ég fór í þetta verk að gera þetta svona, þá kom þessi frontur. Og ég er náttúrulega partur af frontinum, sem ég sést alltaf. En hann var líka búinn til úr aðeins meira. Ég nefndi á hann krossin og ég á hann til. Og það er lítið mál að setja hann saman. En því miður þarf ég að hafa pláss fyrir hann. En það hef ég ekki í dag. Þetta er það sem Drottinn segir. Hvað er hann að segja við þig? Þína köllun. Kannski vill hann að þú sért í einhvern veginn litri skyrtu. Kannski ættur að vera í skyrtu eða yfirhöfn sem væri ákveðina lit. Ekki útiloka þetta. Hafurðu fengið það, skaltu líka nota það. Vegna þess að það sem Drottinn talar verður að fullvissu í þinnu hjarta. Þú segir, þetta á að vera svona. Hvað ert að tala? Þetta á að vera svona. Hvað ert að tala? Þegar rekur í roga staðs. Segjum það að þú fáir þessa spurningu. Akkur ert að gera þetta svona? Og þú segir, hvað ert að tala? Og svo bætir við, Drottinn sagði mér að gera þetta svona. Svona er þetta. Sorry. Fyrirgefðu. Þetta segja menn að þið vita hvernig Guð er. Og séu þeir sanntrúaðir menn en ekki fullir efa og tortryggni, og þá styðja þær þetta og hvetja þær til. Sumir sé nú ekki mikið tilgangi þessu. Þetta snýst ekkert hvað ég er að sjá. Þetta snýst það að sá sem hefur köllun viti köllunina þetta og sé eitthvað meira tengt henni sem á að fylgja með. Ég var að lýsa hérna áðan ákveðnum fronti. Og ég var að lýsa hérna áðan því sem Drottinn gaf mér inn í þennan front. Á bakvið mig, hægra megin. Já, það var hægra megin. Hann átti að vera þar. Og alltaf þegar ég notaði hann alltaf hérna einu sinni, var hann alltaf þar sem hann átti að vera. Í svolítilli fjarlægð og þar blast hann við fyrir aftan mig, glæsilegur, fallegur og hinn prýðilegasta bakmynd, en ég vegna, eins og ég var að tala að þrengsla, hef því miður ekki geta nota og ég er mjög óhress með það.
En það þýðir ekki að tala um það, við verðum auðvitað að sníða okkur stakk eftir vexti. En eins og ég var líka að tala þá krossinn til og það tekur ekki margar mínútur að skrúa hann saman. Þetta er mjög flott smíði. Þannig að við skulum bara biðja inn í það að þessi kross komi upp aftur og hann kemur upp leið og stækkar plássið sem ég bý núna í. Og ég hef notað hann að mestu leyti heima við. Því að heima við fer mikið af þessu efni fram. Ekki alveg, ekki einn síðari árendar þó ég nú verið mest annar staðar, en lengst af þá var þetta heimaverkefni mitt að gera þessa þætti og þeir voru bara, þess vegna hvar sem var inn í rýminu en fallegi krossin alltaf á sínum stað, á réttum stað fyrir aftan mig hægra megin. Þar blast hann alltaf við og þó kannski manst eftir þessum krossi. Því það er ekki í gær sem ég byrjaði með þetta verkefni. Þau eru orðin allmörg árin sem að þetta hefur verið í gangi og krossin þessi fallegi kom líka fyrir allmörgum árum. Við erum ekki vænt þennan kross. Að þeim ekki vænt köllun mína. Hvað með þig? Þykir vænt köllun þína. Því sem hún ekki vera að skila þeim árangri sem þú áttir von á. Og þá má spyrja á móti, á hverju svo sem áttir von? Ég hef köllun. Á hverju átti ég von? Ég átti von á blessun. Og ég fekk blessun. Ég átti von á árangri og jafnvel viðbrögðum. Drottinn segir að það sé árangur, en ég hef ekki orðið var við mikil viðbrögð. En í Guðanna bænu ég er ekki að biðja þau, svo það sé alveg á hreinu. Ég er alveg sáttur við þetta svona. Ég bara heyri vilja Guðs og rödd Guðs og hann talar það sem þarf að segja inn í þau mál. Þetta snýst ekkit fagnaðaróp. Þetta snýst ekkit fulla sali af því að ég er að tala. Þetta er svona metnaðargirnin okkar, hún er svolítið þar. Þetta snýst vilja Guðs í mínu lífi. Og hún er þessi fyrir framan yndislega myndavél, sem þú sérði ekki. Og svo krossinn, sem ég hef útskýrt hvers vegna ekki. En þetta er það sem Drottinn gaf mér, til að hafa heima. Og ég notaði þetta alltaf þegar ég gerði þetta heima og lengst af, eins og við vorum að tala áðan, var þetta heimagert verkefni. Heima hjá þessum manni. Guð er góður. Þannig að nú hefur þú ekki lengur afsökun fyrir því og talar að þú hafir ekki aðstöðu. Það getur náttúrulega vel verið að aðstæðan sé erfið. Ef þú ert fjölskyldumaður með ung börn, þá er náttúrulega erfitt að gera svona verk. En aldrei að vita nema Drottinn myndi, ef þú virkilega vildir, útbyggi fyrir þig einhvers staðar afdrepp til að vinna þetta verk. Aldrei er að vita. Svo fyrir utan það má alltaf finna smugur. Þú ert einn heima núna, það er engin heima núna. Og þarna er vélin, og þarna er stóllin, og þarna er ljósið. Og þú stillir þessu upp. Tekur sénsinn á að þú fáir tíma til að klára verkefnið og viti menn, þú kláraðir verkefnið.
Svo þegar verkefnið er að baki, þá kemur strollan inn og krakkarnir fremstir í flokki, beint til þín til þess að spyrja þig milljón spurninga og segja frá öllu sem þið lenti í. Og þú hlustar brosandi á, gerðir þitt verk, gerðir þinn þátt sem þú þarft bara fara með í tölvuna og vinna hana þar til enda. Og svo, þegar þú ert búin að því, þá ætlar þessi máski að horfa á og hlusta á efnið. Hann þekkir slóðina, hann þekkir leiðina og hefur oft farið þessa leið. Og núna kannski langar hann til þess að fá eitthvað krassandi í hjarta sitt í formi orðs Guðs. En hann er ekki að koma vegna þess að það er þú sem ert að tala, heldur fer hann vegna þess að hann er að hrópa eftir orði Guðs í sitt hjarta. Og sé þetta viðmiðið, sjáum við að við erum með sjálfa okkur á réttri leið. Og þannig getum við vel unnið þetta. Það er til rétt leið. En ef þú ert á þeim stað að er þessi einstaklingur, byttum ekki það einu sinni. Það mætti spyrja, af hverju? Og þér vefst auðvitað tunga þannig séð, líklega líka þeir ekki við mannin. Og það þarf við skilur. Og á hvaða stað eru við núna komin á? Jú, stað orðs Guðs sem segir okkur að hann eigi marga í þessari borg. Margt fólk í þessari borg. Og hvað merkir þegar Drottinn segir já marga í þessari borg? Margt fólk, Konráð, segir hann, er að þjóna mér af heilum huga og öllu hjarta. Þú sérð ekki nema suma, Konráð, segir hann. Og ætli það sé ekki bara með okkur öll, með þeim hætti. Já, kæru vinir, ef við þurfum einhvað, þá þurfum við að vita að Guð, hinn uppreisni Jesús, er fyrirgefandi Jesús. Hann veit brotalamir mína og þínar. Og hann deilir ekki við þær. Nýja elur og neinu sambandi við þær. Hann veit að þeim. Þess vegna byggir hann undir trúna sem færið til að koma fram fyrir hann með alla þessa vitleysu í þér. Og þú biður hann fyrirgefningar á því. Þetta er sagan okkar allra. Þetta er ekki saga einhvers eins manns eða einnar konu. Þetta er sagan okkar allra. Þess vegna er það svo mikilvægt að hvort sem er ég eða þú, við deyjum sjálfinu. Þetta er náttúrulega tugga, ég get alveg tekið undir það, þetta er ekkert nema tugga. En því miður, svo mikill sannleikur. Deyja sjálfinu. Og hvað felur það að deyja sjálfum sér? Í hvað felst orðið að deyja sjálfum sér? Eða orðin? Manngreinar álit er dottið dautt niður.
Þessi, já. Frábær guðsmaður. Ég ætla að hlusta á hann eða hana, sé hún kvenmaður. Manngreinar álitið er dautt vegna þess að trúin hefur fengið að fræða þig að þannig á það að vera. Og Drottinn segir, ég nota hvern sem ég vill. Við kennum þetta, við vitum þetta. En samt uppi gogguna röð. Og ég held að ég sé ekkert undanskilin henni frekar en þú. Við erum á sama bát, minn kæri vinur. Þú ert kannski áhafna meðlimurinn meira að segja. Segjum að við séum árabót. 10 bát með 10 árum. Það segir okkur það eru 10 mann sem að róa þessum bát. Og manneskja þeir við hlið. Þessi maður. Það er ekki mikið merkað þessa. Það er ekki mikið í hana verið. Samt setti Drottinn þessa manneskju þér við hlið og þeir eru búin að vera þetta saman í áratugi. Þessi maður. Aldrei getur neitt rétt. Segjum það. Þetta eru við menn. Og við mannin sagði Guð, ég gaf þér fyrirgefandi Guð. Og hann veit alla tregðuna. Hann veit allt hikið. Og hann segir, ég gaf þér fyrirgefandi Guð. Þetta eru punktar, þetta eru staðir sem er mjög gott að vera á þegar þarf. Og minni trúagöngu hefur þessi staður oft verið þarflegur. Ég held að það er ekkert þetta að breytast. Því ég er eins og þú. Ég hef efast. Ég hef tortryggt. Mér hefur ekkert litist á. Og þar fram eftir götunum. En sem betur fer er ég nú ekki maðurinn sem sér djöfulinn í hverju hotni eða í annarri hverju manneskju. Það held ég geti fullyrt að sé ekki. En þó ég sjá ekki hann í hverju manneskju eða hverju hotni, þá er nú ýmislegt sem er samt hjá þessum einstaklingi. En hann veit af þessum fyrirgefandi Guði. Sem fyrirgefur. Hann er því ekki komist á þann stað og ég bið að svo verði aldrei að vera að berja sig fyrir það að vera manneskja. Og hvað er manneskja? Hún er veiklunduð vera. Það er manneskja. Þú ert veiklunduð vera. Síðasti maður til að viðurkenna það. En þú ert þetta. Hversu oft hefur hann ekki sýnt mér þennan ofur veikleika minn? Og ég veit af honum, kannski ekki öllum. En hingað til hefur það verið í raun og veru minn styrkur á trúagöngunni. Af hverju? Veikleiki minn segir, haltu þér þétt upp að lifandi Guði. Það er veikleikin að segja mér og þetta er máttur sem felst í veikleikanum. Hann dregur okkur þangað, þar að segja, sé verkið rétt unnið. Við þurfum að vinna öll þessi verk rétt. Við töluðum áðan undirbúning. Ég byrjaði ekki þáttunni þannig, ég maður það ekki. Segjum það bara að byrja þannig. Og undirbúningurinn í raun og veru strangt til tekið endar aldrei. Við þetta verkefni sem þú núna horfa á og hlusta á,
var ákveðin undirbúningur sem þú veist ekkert eða kannski veist hann. Líklega, ef þú þekkir þetta dæmi þá veist allt hann. En hvað það? En undirbúningurinn er meira en bara þetta. Við þurfum að undirbúa okkur raun og veru undir hvern nýjan dag. Það er ekki rétt. Þetta er vinna, minn elskaði vinur, að vera manneskja. Og það er vinna, minn elskaði vinur, að vera með köllun á sína lífi. Og ég veit að þú ert með köllun á þínu lífi. Og ég veit, rétt eins og ég sjálfur reyni, að þú hefur reynt margt og fundið sumt bara hreinlega ósanngjarnt í þinn garð. En hvað ætlar að gera? Þó ósanngirni sé að ræða. Ég veit það ekki. Ég segi, haltu samt áfram. Og við erum með margt inn í það. Og stundum finnst okkur svo fast að okkur gengið að við verðum að hefna okkur. Hjálpnið þar er Guð. Eins og Pétur kom til Jesús og sagði, heyrðu, hvað má ég hefna mín eftir mörg skipti sem ég er búin að fyrirgefa? 12 sinnum? Var það ekki eitthvað svo? Ég man ekki hvernig það var. 12 sinnum, sagði drottinn. Ég man ekki töluna. Ég veit að þú ert með hana alveg. Svo sem, ég man ekki hvað hann sagði. En hann segir, svar drottu var, en ég segi þér, Pétur, 70 sinnum 7 skaltu fyrirgefa. Svo sem, hann sagði, svo sem 7 sinnum, herra. Þá ætlaði hann að fara bara hjóli í gæjan, sko. 7 sinnum. Hann algjörlega slóð úr höndunum á Pétri, mér. Ég er bara Pétur. Ég er ekkert betri en hann. 70 sinnum 7. Þetta er orð frá Guði. Sem sagt, gleymdu allri hefnd. Svo vitum við hinrétningarstaðinn sem segir Guðs er hefndin. Með öðrum orðum, hafi þú verið beittur ranglæti, sem ég veit að þér finnst vera á hverjum degi en það er ekki endilega sannleikurinn, en hafir þú verið beittur rangindum, þá skaltu vita að Guð er með málið. Hann mun rétta hlutin, en hann metur málið sjálfur. Þannig það er ekki víst, þó ég beri fram kvörtun í garð bróðis eða systurs, og drottinn taki við kvörtuninni, hann gerir það, að úr verði einhver hefnd af hans hálfu. Veistu af hverju? Guð metur það sem hann metur rétt. Og ég kom alveg svoleiðis bara sótsvartur í framan af ákæru hug og hefnd. Legg það fram fyrir drottinn og svo bara býð ég. Það verið tekið svoleiðis í það gerist ekki neitt. Þá er mögulegt að kæmi svar sem ég reyndar á ekki vona á. Sem sagði, heyrðu, Konráð minn, ég sé nú ekki til þessum einstaklingi. Þetta ekki eitthvað að miskilja þetta, væni minn. Já, kannski. Ok, segjum það. Málið dautt. Þetta eru menn. En sjáu þið styrkin í öllu þessum punktum sem við eigum, en erum kannski allt og lítið að nota. Drottins er hefndin.
7 sinnum eins og 7 sinnum, 70 sinnum 7. Koma þá bara með barablið eftir 7 skipti. Ég elska Pétur, hann var alveg frábær karakter. Af hverju erum við að tala svona? Af því við erum að læra upp úr orði Guðs. Við erum að leyfa köllun þessa einstaklings að tala til okkar fræðandi, uppbyggjandi orð. Af því hann í stakk búinn til þess vegna sinnar köllunar, ekki vegna eigin verðleika. Þannig það líka með þig. Þannig við ætlum ekki að hefna okkur sjálf. Við ætlum að gefa honum allt vald sem segir og talar og sér hlutina rétt. Eins og vorum að tala áðan, við skalum bara kíkja á þetta konar minn, þetta er óðalega, er hann vondu við þessi. Og svo fer hann að skoða nú manninn eða konuna hvert sem þetta er og kemur svo tilbaka. Ég sé nú ekki þarna. Þú ekki eitthvað að búa til bara? Það getur vel verið. Ekki alveg sáttur. Hann verður að taka við því þegar þú þekkir hann sem að segja þér sannleika. Við erum að læra. Við erum að nota orðið til að gera lífið einfaldara. Við erum að gera lífið einfaldara þegar við förum að skilja það, við þurfum líka að fyrirgefa. Hverju? Þú veist það. Það sem ég þarf að fyrirgefa, það er ekki endilega það sem þú þarft að fyrirgefa. Og svo öfugt. En við þurfum að vera svolítið á þessum stað að fyrirgefa. Og við skulum líka vita það að þetta verkefni er endalaust verkefni. Þú hefur lifað með þessu verkefni og þegar þú deyrð, minn kæri vinur, þá lýkur því. Fram að þeim tíma verður þetta á vissan hátt ákveðið baráttumál. En núna ertu komið Guðs vitundina inn og hún mun hjálpa þér við að gera það sem er réttara og rétt. Við vorum að tala orð frá Guði, við þekkjum það, mín er hefndin. Hefnið þar ekki sjálfur, mín er hefndin. 7 sinnum. Eins og 7 sinnum. Ekki segið þér 7 sinnum, Pétur, heldur 70 sinnum 7. Og þá eru við konir með allt aðra tölu sem að í raun er bara staðfestingum að þú eigir að fyrirgefa og ef þú ert sönn og ærleg manneskja og fyrirgefur en þú veist töluna 70 sinnum 7 útkoman úr henni og svo ertu búin að bara exa hjá þér x og talan er komið og nú get ég aldrei sendt þín maður. Ef að þú ert þar, þó þú hafi farið hina leiðina, hefur þú ekkert lært. Og það er versta útkoman af öllum vondum útkomum sem hægt er að fá. Hafa ekkert lært. En við erum ekki fólki sem höfum ekkert lært. Við erum fólki sem höfum mikið lært. Og margt til góðs breyst hjá. Og þar skulum við vera. Á þeim stað skulum við dvelja. Og nú ætla ég að setja upp mín yndisleg gleraugu og sé að ég kom langt fram yfir tíman. En ég veit að þú ert mjög glaður með það, því þetta var svo gott efni. En við segjum þetta gott og Konráð Rúnar Friðfinnsson þakka fyrir sig og ætlar að halda þessu góða verki áfram
á þessum stað, ekki með krossin eins og ég var að tala um áðan, að ég hef hvergi pláss fyrir hann. En ef Guð vill, þá bara finnur hann fyrir mig stað. Finnur hann fyrir mig stað. Ég er svo sem ekkert að biðja það, mér er stínt að vera hér. En sjáum hvað setur. En ég ætla að halda þessu áfram allavega, í Jesú nafni.